Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkur frétta. Menningin fyrirferðarmikil að þessu sinni og við kynnum okkur Kötlugos á Suðurnesjum, förum í Unuhúsi í Garði og fáum óperutónlist frá Ljósanótt í Reykjanesbæ. En við förum líka ofan í skurð og skoðum lagningu jarðstrengs til Helguvíkur. En við hefjum leikinn í Kötlugosi, en 600 karlar ætla að þenja rödd sína hér á risastóru kóramóti í næstu viku. Kötlugos á Suðurnesjum. Við erum að tala einn svona stærsta menningarviðburð hérna á þessu ári. Já, framöndan heljarnæmingið Kötlumót sem kallað það sem verður kringum 600-700 kallar sem saminast á Suðurlandi til að taka þátt í kóramóti og þeir syngja bæði hér niðri í Reykjanesbæ og upp á hérna í Bjásbrú og þarna kemur hver svo einasti kall sem getur eitthvað sungið og lætur til sín taka. Hvernig verður þessu háttað? Verður stór hátíð tónleikar allan daginn? Já, við byrjum klukkan 1 hérna niður frá og þetta verður allt á sama blettinum í kringum Stapann, kringum Hljómahöll. Þar verður sungið í 2 sölum, í Stapanum og Bergi og síðan á Nesvöllum við hliðina og handan götunnar í ytri Njarðvíkurkirkju. Og fólk getur bara labbað á milli og valið sér tónleika, hálftíma í senn, valið sér kóra og valið sér tónleika. Mismunandi lagaval og mismunandi kórar. Hvað þetta margir kallar sem að koma? Já, við eigum vona á 600 köllum á svæðið og hérna, já eins og ég segi, þarna syngur hver kóri 20 mínútur. Og síðar daginn þá færum við okkur upp í Ásbrú, allir kallarnir og gerum eitt stóran 600 manna kór og þar verða tónleikar frá 5:30 til 6. Sameiginlegir með stór hljómsveit úr Reykjanesbæ, tónlistarskóla Reykjanesbæðar, bæði lúðrasveitin og léttsveitin, sem Karen hefur verið að undirbúa og æfa, rosalega flott hjá þeim. Og hvað ætlið þið að syngja? Við syngjum hérna, sameiginleg kórinn syngur efni sem hérna heimanað. Við lögðum áherslu á það að vera með efni sem tengir Suðurnesjum einn eða annan hátt og það hérna bæði pop og svo líka bara hefðbundin kallakóralög og svo eitt nýtt lag sem við letum semja sérstaklega fyrir mótið sem bæjarlistamaður Reykjanesbæjar samdi, Sigurður Sævarsson og nú allir kórar búin að æfa þetta hver í sínu horni, alveg frá austan á Hornafirði og hingað vestur land og vestur á hérna, ég get sagt stór Reykjavíkursvæði sem kemur og við saminum svo í öllum þessum lögum sem koma hérna heimanað. Þannig að það heljarinnar Suðurnesja bragur á þessu og það nýbreytni að tengja þetta svæðinu sem þeirra sem halda mótið. 15 kórar að fara að syngja lög sem tengjast Bítlabænum. Já, og bara svæðinu öllu, bara Suðurnesjum eins og að leggja sig og þetta bæði, svona eins og ég segi, hefðbundin kallakóralög og poplög. Þannig að margir að fara kannski út fyrir sinn þæginda hring, þetta svona nýbreytni og kórstjórinn okkar, Guðlaug Viktorsson, hann sem sagt var einn af þeim sem valdi tónlistinni í þetta og hann hefur að nema þetta út í Danmörku. Þannig að hann með svona áherslu á ryþmíska tónlist. Þannig að þetta búið að vera rosa gaman í ferlinu að æfa þetta með köllum á öllum aldri, alls staðar að. Hvernig að undirbúa svona? Þetta ekki stór mál? Jú, þetta helmingi vinna og við höfum bara hefnir eiga duglega kalla sem að hafa brett upp ermarnar og drifist í þetta. Langar að nefna það að með þess að hafa aðrir kórar á svæðinu komið til okkur til hjálpar eins og víkingarnir sem ætla að koma og syngja með okkur og hafa verið að smíða með okkur og hjálpa okkur. Þannig að við erum mjög þakklátir þeim.
það nokkur aldursmunur hjá ykkur. Hvernig það? Hvernig aldurssamsetningin í karlakórum í dag? Þetta allt eldri menn eða hvernig gengur ykkur að fá yngri menn eins og Þórðar og fleiri? Það hefur gengið træglega. Menn eru svo mikið í ræktinni bara og eitthvað annað að gera. Ég reynda var þannig að það var sonur minn sem að dró mig í kórinn, þannig að það bara bæði og. En jú, það því miður, þá þetta, menn eru eldast í þessum kórum. Gamaldags að vera í kór? Það kannski svolítið gamaldags, þetta líka skuldbindning að vera í kór, en við sjáum það á sameiginlefingunum að þar eru svolítið breyting á milli kóra, svolítið aldursdreifingin. Það eru strákar sem hafa sameinast í kóra sem leggja áherslu að vera með yngri menn, en það svolítið fyndið og nefnir ég sé einn af yngri mönnunum, ég að vera 50, þannig en þeir eru sonur þinn og svo yngsti, hann 28 ára og við erum í eldri kantunum, bæði hérna í Keflavík og bara í kórum almennt. En það líka bara sumlítið gott, þetta sameinar ólíkan aldur og það það sem gefur að vera í karlakór, það ekki neitt munur á hvað maður gamall, þetta bara, maður hefur áhuga á því að syngja og koma saman og taka svolítið hraustlega á því. Hvernig starfið hjá eins og karlakór Keflavíkur? Það að æfa oft í viku, það að halda marga tónleika á hverju ári? Já, við æfum 2 í viku venjulega og erum þá svona 1,5–2 tími í senn. Síðan bara hefðbundi hjá okkur að vera með jólatónleika, með kertatónleika í Njarðvíkurkirkju. Fáum þá oftast einhvern kór með okkur og síðan vortónleikar og síðan svona, eins og það segja, hljómsveitunum smá gigg á milli. Við höfum sungið í árshátíðum og annað slíkt Já, þetta nú prógrammið og svo þetta hefðbundna fasta að syngja á 17. júní á ljósanótt og í dúshúsum og svona. Félagsskapurinn kannski orðin jafn stóri ef ekki starra hlutverk í karlakór heldur en að vera að syngja? Já, félagsskapurinn hefur rosa mikla þýðingu og maður upplifa þegar maður fer í gegnum svona kannski eitthvað mómentar sem að menn fara og af bæ til dæmis og syngja annars staðar. Félagsskapurinn að vera saman menn á ólíkum aldri og konurnar meðjafnvel, að þá þetta svo þéttur hópur og ég hef reynda bara persónlega hvað þessi karlakóra hópur til dæmis í Keflavík óbúslega sterkur þegar á þarf að halda og það alveg ótrúlegt að sjá að það komi þarna menn eftir vinnu til þess að smíða pall eins og búið núna í þessum undirbúningi og menn eru boðnir og búnir, allir sem leita til þeir koma og leggja sitt að mörkum. Auðvitað mæði mikið á núna með að vera undirbúið þetta, en þess utan bara félagsskapurinn og starfi þáttaka í félagsstarfinu líka svo mikið, en söngurinn sem sameinar okkur fyrst og síðast. En svona lokum, þetta búið að vera stór mál og þið eruð á skemmtilegum stöðu á gamla varnarsvæðinu á Ásbrú haldið þar stór tónleikana þar sem að 600 kallar ætla að syngja í kvikmyndaverinu Atlantic Studios, þannig að það verður stemming. Já, það verður helling stemming. Þetta er bara eins og starfi innan fótboltavellarna og kórinn tekur halvan salinn, þannig að það verður bara yfirþyrmandi fyrir það sem koma, ég lofa því. Já, algjörlega og ég held að þetta verður svona einstaklega upplifun því að bæður aðstæðurnar sérstaklega góður hjá okkur í öllum tónleikasölunum og svo bara búið að leggja mikið undir. Við erum með frábæra krakka og fólk úr tónlistaskólanum, góðu samstarfi og svo þegar menn leggja svona saman á einum góðum degi hér á Suðurnesjum þá mikil að vona miklu. Og verður fjör í nýju hljómahöllinni líka og gaman fyrir þetta fólk sem að koma kannski þangað í fyrsta skipti? Algjörlega. Já, og ekki síður erum við stolt af að geta sýnt gestunum okkar að frábæra aðstöðu sem þar og eins á Nesvöllum og í Njarðvíkurkirkju, þetta bara mjög sérstakt vegna þess að þegar svona móthafi er haldinn áður, þá hafa menn verið að brölta upp á hanabjálka í íþróttahúsum og út alla trissur í stórum bæjum og mikill akstur á milli, en þarna geta bara allir verið á sama svæðinu, rölt á milli, hlusta hver á annan og valið sér kóra. Svo má ekki gleyma að þetta hellingskynning fyrir svæðið. Við náttúrulega erum allt Suðurland, alveg austan af Höfn í Hornafirði og konurnar koma með mjög mörgum og við verðum með sérstaklega ferð fyrir þær, kynna þeim svæðið og það eitthvað sem við mögum kannski bara vera aðeins svona montin af Suðurnesjamenn, hvað við höfum upp á að bjóða. Við getum valið alveg úrvalið af alls konar stöðum til að heimsækja og menningarviðburðum og það það sem við ætlum að láta fólk fara með heim, það að fara með jákvæða lífsreynslu á Suðurnesjum.
Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bílinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Komið sæl aftur. Í síðara hluta þáttarins förum við í Unuhúsi í Garði og kynnum okkur hollvinasamtök Unu Guðmundsdóttur en þau standa fyrir ljóðasamkeppni meðal skólabarna á Suðurnesjum. Við förum og skoðum lagningu jarðstrengs til Helguvíkur en fáum einnig skemmtilega óperu tónlist frá Ljósanótt í Reykjanesbæ. En við hefjum leikinn í síðari hálfleik í Garðinum. Hvað geturðu sagt mér hollvinasamtök Unu Guðmundsdóttur? Já, það nú ýmislegt þau að segja. En ungur maður hér í Garðinum, hann Guðmundur Magnússon, kvikmyndagerðarmaður. Hann aðal hvatamaðurinn og hugmyndasmiðurinn að þessum hollvinasamtökum. Og hann að gera kvikmynd líf og störf Unu og síðan var það árið 2011, nánar tiltekið 18. nóvember á afmælisdegi Unu, að þá voru stofnuð hollvinasamtök Unu Guðmundsdóttur og þar samþykkt lög og annað slíkt eins og gengur stofnun félagsskapar. Og það ekkert annað en að félagsmenn eru 90, eða milli 90 og 100, sem að mér finnst dágott í svona fyrstu atrinu. Og aðal markmið þessa félagsskapar að koma húsinu Sjólist sem að Una bjó lengst af í, að koma því í eins upprunalegt horf eins og kostur og að halda öllu því góða og mikilvæga starfi sem Una sinnti á meðan hún lifði hér í Garðinum, að koma því til komandi kynslóða og vekja athygli á því. En hver var Una Guðmundsdóttir? Una var merk kona sem bjó hérna í Garðinum og lagði mikið til samfélagsins á meðan hún bjó hér og var meðal okkar. Hún fæddist 18. nóvember 1894 og hefði orðið 120 ára á síðasta ári ef að hún hefði verið hérna hjá okkur. Nú, það alveg ljóst að hérna þau störf sem að Una sinnti hérna voru mjög mikilvæg og minnistæð öllu hennar samferðafólki. Hún var 16 ára gömul búin að stofna skóla fyrir börn og þá var hún aðalega að hugsa krakka áður en þau byrjuðu í skólanum, ekki síst sem minna eða áttu í einhverju basli og minna máttu sín og svo var hún, eða sá hún stúkuna Siðsemd númer 14 í 30 ár að ég megi segja. Og
það var óskaplega mikilvægt og gott starf. Hún stjórnaði ungmennunum og krökkunum alveg hreint, sannarlega ekki með harðri hendi, en þeim datt sko aldrei í hug að gera neitt sem að Unu myndi ekki líka. Hún samdi heilu leikritin og setti upp með þeim. Hún var með ritlistanámskeið og ég veit ekki hvað ég gæti nefnt. Nú auk þessa sem hún sinnti fyrir bæjarfélagið, að þá var hún sem sagt lækningamiðill og til hennar leitaði fólk allstaðar að. Sem dæmi má segja að störfina þóttu það mikilvæg að Gunnar Magnús, rithöfundur, skrifaði bók Unu og störf hennar og kallaði hana Völvu Suðurnesja. Og ég man að það vakti svo athygli mína þegar ég las bókina að hún var náttúrulega hógvær, hún Una, að hún náttúrulega ekkert að fást til þess að það yrði skrifað hana eitt eða neitt. En svo féllst hún á það og hún sagði, já, það eru verkefnin sem skipta máli, það er ekki ég, það eru verkefnin sem hún vildi segja frá. Þannig að hún dró athyglina frá sjálfur sér að öllu því góða sem hún lagði að mörkum. Þau eru líka að fara af stað með ljóðasamkeppni, það kannski er annar sem segir okkur frá því? Það er annar sem segir frá því, en það er alveg rétt. Hugmyndasmiðurinn Guðmundur sem á þvílíkt að góðum hugmyndum, að hann lét sér detta í hug að stofna til svona ljóðasamkeppni og var þá með í huga bæði að Una var mjög bókelsk og ljóðelsk kona. Hún sá bókasafn ungmennafélagsins, það var hérna upp á lofti hjá henni og hingað kom fólk og dinglaði bjöllunni og fór upp á loft og sótti sér bók og skilaði tilbaka. Þetta er í rauninni upphafið að héraðsbókasafni eða bæjarbókasafni Garðs sem núna er upp í Gerðaskóla. Hérna í Garði erum við að tala ljóðasamkeppni milli barna í skólunum, grunnskólunum. Það er í 3 flokkum segand og þetta er allt hugmynd Guðmundar og mér finnst hún alveg stórkostleg og stórskemmtileg og þetta er í ljóðasamkeppni sem nær til allra Suðurnesja, ekki bara Garðs að sjálfsögum. Og nú þarf bara reyna að koma þessu á framfæri við kennara í skólunum, reyna að fá kennarana til að hvetja börnin til að vera með og með því að lesa ljóð, bæði í hljóði og upphátt og hvetja þau til þess að setja saman ljóð og vísur og kenna þeim að meta kveðskap hina gömlu og hina ungu. Núna er náttúrulega textagerð, þetta heitir oft í dag textagerð, frekar heldur en yrkingar eða kveðskapur og trúbadórar, popparar, þungar okkarar, þeir eru að semja fín ljóð og syngja þau og spila undir og ég held að ef okkur tekst vel að virka síðan þetta að tengja hjá börnunum ljóðagerð, kvæðahætti, bragfræði við einmitt tónlistina og vekja þannig áhuga á þeim að búa til fína texta. Á hvaða nótum viljið þið hafa þessi ljóð sem að börnin er að fara að semja? Hugmynd Guðmundur er svo að þetta eigi helst að fjalla eitthvað Suðurnesin, að tengjast eitthvað síðan Suðurnesunum. Þetta eigi að vera jákvætt og helst eitthvað fallegt lífið og starf fólks á Suðurnesum og það er á nóg að taka þar. Í rauninni skiptir engu máli hvað það er, svo fremi að það sé eitthvað sem fjallar líf og hætti, lifnaðarhætti fólksins sem býr hérna á Suðurnesum. Þetta er heilmikið verkefni, það bil 1,5 milljarður sem er fjárfesting Landsnets í kringum þetta, en þetta er gríðarlega mikilvægt að tengja þetta svæði. Segir Ingólfur Eyfells, verkefnistjóri Landsnets, þær framkvæmdir sem fyrirtæki stendur nú fyrir í Reykjanesbæ.
Verkefnið sem ræðir lagning 132 kV strengs milli Fitja og Helguvíkur en strengurinn ásamt tengivirkinu Stakki í Helguvík sem Landsnet líka að láta byggja eru liður í því að uppfylla samning Landsnets flutning raforku til kísilvers United Silicon sem verið að reisa í Helguvík. Á tengingin að vera tilbúin 1. febrúar á næsta ári. Byggingaframkvæmdir við Stakk lýkur áramót og lagningu strengsins nokkru fyrr eða þessa mundir. Jarðstrengurinn alls 8,5 km langur og liggur hann frá Fitjum og í átt að flugvallarsvæðinu og að hluta innan þess áður en hann þverar Reykjanesbrautina í áttina til Helguvíkur. Hafa aðstæður við lagningu hans margt verið krefjandi og má þar til dæmis nefna vinnu við þveranir undir vegi ásamt meiri klapparvinnu við skurðgröft en reiknað var með. Íslenskir aðalverktakar byggja tengivirkið í Helguvík og Ístak leggur strenginn. Landsnet keypti vagn sérstaklega fyrir lagningu strengsins til Helguvíkur. Þessi vagn var keyptur alveg sérstaklega út af þessu verkefni og einnig út af því að framöndan mikil uppbygging í rafkerfinu og mikið af jarðstrengjavæðingu. Þannig að við erum undir það búnir núna að taka við mjög stórum keflum. Það ávinningur af því að vera með risastór kefli og þar af leiðandi færri samtengingar. Það sem eitt af því erfiða í jarðstrengjum eru samtengingar. Þær eru gjarnar á að bila og þær eru tímafrekar að koma þeim fyrir. Hérna erum við með kefli sem eru 17 tonn og það eru 1400 metrar af stórum strengjum á hverju kefli. En til þess að það sé mögulegt þá þarf mjög góða græjur. Við gátum ekki ætlað verktökum á Íslandi að eiga svona búnað þannig að Landsnet ákvað að kaupa þetta og nú verið að nota þetta tæki í fyrsta sinn. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra skemmtilega miðla Víkurfrétta prentútgáfu. Við erum að gefa út blað hér í hverri einustu viku á Suðurnesjum og dreifum því í hvert hús og í fyrirtæki, hugsa ykkur það. Við minnum líka á vaff.is en það fréttamiðlun okkar á netinu, ferskar fréttir alla daga. Og sama fyrir kylfingana, nýjar fréttir á golfvefnum kylfingur.is. Og þá minnum við ykkur á eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta á YouTube rásinni undir heitinu Sjónvarp Víkurfrétta. En við endum þáttinn á skemmtilegum óperutónleikum á Ljósanótt. Við heyrum flotta tóna frá Jóhanni Smára Sævarsinni og Bylgju Dís Gunnarsdóttur. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl. Ci darem la
Vertu velkominn á Rocksafn Íslands. Þar getur þú prófað hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum.